Já, góðan og blessaðan daginn öll sömul og verið hjartalega velkomin í sunnudagsspjall Flokks fólksins. Að þessu sinni þá það nú bara gjörvöllur þingflokkurinn sem situr hérna við hringborðið og okkur langar til að leiða ykkur og eiga samleið með ykkur hvað varðar þingstörfin, hvað varðar sigra Flokks fólksins í þinginu, hvað varðar markmiðin okkar og svo líka náttúrulega ákveðin vonbrigði sem við höfum þurft að upplifa. En svona til þess að byrja á þessu þá náttúrulega í fyrsta lagi ég náttúrulega formaður og hér varaformaðurinn og hann þingflokksformaðurinn Guðmundur Ingi Kristinsson og bara velkomin. Það gaman að sjá þig hérna svona til tilbreytingar af því við erum svo lítið saman eða þannig, Guðmundur. Það er nú komið tími til, við rækjumst á hvort annað, en góðan daginn þeir sem eru að horfa og hérna eins og við segið við erum hérna gjörvallur Flokkur fólksins og við ætlum að fara hérna í stuttspjall yfir það sem við erum búin að vera að gera á þinginu og hvað framundan. Og það eiginlega ég tók eftir það eitt af meiri gleðifregnum sem maður hefur heyrt eftir að Flokk fólksins kom inn á þing þá nú bara stór aukist álit á þinginu í skólanum. Já, þú ætlar að þakka okkur það, Guðmundur Ingi, þetta var skemmtileg vinkill. Ég held að ég ætla bara að segja, meðan engin annar þá tökum við þetta. Já, það er rétt, að vísu þá höfum við nú tekið eftir einu, Guðmundur, og það er það að síðan að við komum á þingið, þá hefur í rauninni fátæktin algjörlega fengið þá athygli sem hana hefur skort í áraraðir. Og ég að hugsa þegar við erum stofnuð, þessi Flokkur fólksins sem stofnaður þegar að þessi kona sem hér situr heyrir 9,1% barna sem líða mismikinn skort og síðan myndur ekki segja Guðmundur eftir því sem að við höldum áfram og förum dýpra inn í og fáum meiri þekkingu á bæði málefnasviðum, málefnum og þingstörfunum sjálfum. Hvað við höfum í rauninni fengið ótrúlegt útsýni yfir raunverulegan alvarleika og bágindin út í samfélaginu. Alveg algjörlega og það sem líka hefur komið í ljós eftir að Flokkur fólksins komið inn, það meiri umræðum fátækt og jafnvel örgulega sárafátækt komin í umræðinni og síðan líka það sem við höfum haldið mjög uppi og það heilbrigðiskerfið og biðlistar og það sem ég eins og maður hefur alltaf sagt og alveg óskiljanlegt í íslensku samfélagi, börn eiga aldrei að vera sett á bið. Nei, við eigum kannski að byrja á því Guðmundur að tala um málin, nú hefur borið á því miður, eins og ég segi að við erum að fá jafnvel pósta það að við höfum ekki gert nokkuð skapaðanræðilega hlut á þinginu. Það eins og ákveðin þjóðfélagshópur kannski haldið það að það sé nóg að vera kjörinn inn á þing, jafnvel þó setti 2 manna þingflokki í stjórnarandstöðu að þá eigi öll þau mál sem við komum með fyrir þingi, þau bara verða lögum og allt bara verða klappa og klárt og fínt. Svo sannarlega það ekki þannig að það væri gaman og ekkert gaman, það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að fara með ykkur, kæru áhorfendur, yfir sviðið, við ætlum að líta yfir sviðið og segja ykkur frá því hvað þingflokkur Flokks fólksins hefur verið að afreka og gera með sínu góða stuðningsfólki og sínum stuðningi inn í þinginu, frábæru starfsfólki og bæði starfsfólki þingsins sem og okkar starfsmönnum sem eru sérstaklega fyrir þingflokkin okkar. Þannig að alveg frá því að við komum inn, við erum kjörin í 2017 og þingið tekur til starfa í desember 2017. Við byrjum strax að vinna, Guðmundur. Já. Jafnvel þó að allur þingflokkurinn þá, sem voru 4 þingmenn, við höfðum ekkert okkar þingareynslu. En við vissum til hvers við vorum að koma þarna inn, minnst að kosti við 2. Það var fyrst og síðast markmið okkar að útrýma fátækt og við kölluðum eftir því, Guðmundur, í kosningabaráttunni og höfum gert síðan. Við þurftum að komast að míkrafóninum, æðsta og mikilvægasta ræðupúlti landsins. Við urðum að komast á honum til þess að geta kallað og til þess að geta hrópað og hjálp fyrir þá þjóðfélagshópa sem við erum að berjast fyrir og það höfum við gert, Guðmundur, myndir ekki segja algjörlega skilyrðislaust. Það engin munur á því núna hvort að við erum að fara í einhverja kosningabaráttu eða hvort það síðast í vetunni fyrir kosningar. Við erum ekkert að breyta verklaginu okkar og því sem að við erum að standa fyrir.
Við erum ekkert í einhverju kosningabaráttu af því bara við ætlum allt í einu að þykjast vera rosalega góð. Við erum búin að berjast og hrópa og kalla frá því við komumst inn á þing. Hvað myndu segja um það? Ég bara sög og við komum nú með dálítið látum inn á þing vegna þess að við settum strax fram frumvarp tekjuskattum skattleysi uppbóta á lífeyri. Já. Og fengum það í gegn vegna þess að bara með því að sýna fram á því hversu óréttlátt þetta var að þegar var verið að skatta og skerða styrki, lyfjastyrki, bílastyrki og alls konar styrki, þannig að fólk sem tók við það í góðu trú var kannski að tapa á því og með keðjuverkandi skerðingar. Þetta var aldrei rætt inn á þingi og keðjuverkandi skerðingar, ríkisstjórnin hún nú bara vilt í einhverju skerðingaþoku, síðan búaði til alls konar skerðingapitti út allt kerfið og eins og ég hef alltaf sagt að þetta almannatryggingakerfi meinkallað. Þetta hálfgert skrýmsli, bútasema skrýmsli sem virðist vera gert í þeim á neikvæðan. Það virðist vera á að refsa fólki frekar en að En hvað heldur að margir af þeim einstaklingum sem að virkilega hafa fengið fleiri krónur í budduna sína við þessar aðgerðir, við að þessu skildi vera breytt? Hvað ætli margir þeirra, ég held að séum tæplega 6.000 einstaklingar sem eru að fá á bilinu 10 til 20.000 krónur meira á mánuði af því að það hægt að skerða styrkina til lyfjakaupa og bensínstyrkina og slíkt. Hvað margir átta sig á því að það var flokkur fólksins sem komið sér gegn? Hvað ætli séu margir sem átti sig á því, mundur ekki segja þegar við erum að ná fram málum og þegar við erum að mæla fyrir málum og öðru slíku, maður áttaði sig ekki á því þegar við vorum að byrja hvað mikilvægt það að fjölmiðlar taki utan verkin sem við erum að vinna til þess að skila þeim út í samfélagi þannig að einstaklingarnir sem að hlusta og fylgjast með fréttum átti sig á því raunverulega hvað við erum að gera. Við erum að sjá það ítrekað að við erum að koma með mál eftir mál, risamál og þau fá enga athygli, bara akkúrat enga og samfélagið hefur ekki hugmyndu hvað við erum að gera ef þið bara reynlega fara ekki inn á alþingisvefinn og fara inn á þingmennina okkur í þessu tilviki bara einfallega til að skoða verkin sem við erum að vinna. Hvað segir það? Hvaða athygli heldur til dæmis að þetta frábæra mál sem að við fengum í gegn leið og við komum inn í þingið? Hvaða athygli hefur það fengið út í samfélaginu og heldurðu að í rauninni þeir sem að fengu fleiri krónur í vasan eftir þetta að þessu var breytt að þeir viti að það kemur frá okkur, flokki fólksins, vita þeir það? Nei, þeir eru ekki hugmynda og það sem þeir átta sig kannski á það og þeir sem eru með þessa styrki, þeir getur til með bílastyrkina, þeir eru konur upp í 17.000 eitthvað, áður var þessi styrkur fyrst skattaður og síðan nota til að skerða ýmsar bætur og þar lendi og það sem ég uppgötaði á sínum tíma vegna þess að ég fekk svona styrk og þess vegna fór ég að átta mig á því hvað þeir voruð á hana, því ég fattaði, ég var ekkert betri sættu við það og ég komst að því ef ég hefði hafnað honum þá var ég með 5-6.000 krónur betri tekjur heldur en að taka hann. Þegar þeir tekjurnar skertu og hann var reiknaður sem tekjur. Já. Þannig að þetta var alveg skelfileg staða og núna get ég bara ráðleggja öllu sem að fá svona styrki að fara inn á Tryggingastofnun mína síðu þar og skoða þetta vegna þess að þarna bara 17.000 krónur skatt og skerðingarlaust. Skila því beint í það sem hann á að fara. Og svo annað mál, risamál. Við fórum ekki með það í gegnum þingið, en við fórum með það í gegnum dómstólakerfið. Og það var þegar við fórum fyrir hönd eldri borgara í máli við ríkið, eftir að eldri borgarar höfðu verið ólögmætt skertir í janúar og febrúar, einmitt 2017, ólögmætt skertir vegna greiðslna úr lífeyrissjóði. Að þá hafði í rauninni fallið, þá skertu áfram tekjurnar úr lífeyrissjóði, skertu áfram framfærsluna og Tryggingastofnun þrátt fyrir að voru engin lög engin heimildi lögum sem var þess valdandi. Þetta mál sem við unnum, hreint útsagt, þetta mál kostar þar sem við fengum hátt í 7.000 milljónir fyrir þennan þjóðfélagshóp, eldri borgara, hátt í 7.000 milljónir með vöxtum. Ég vil leyfa mér að séu ekki mörg mál sem íslenska ríkið hefur tapað svo rækilega sem hafa akkúrat fengið nánast litla sem enga athygli og af 32.000 eldri borgurum sem fengu allt í einu 100.000 inn á reikningi sinn eftir í hvað náttúrulega lífeyrisrétturinn var umfangsmikill, eftir í hversu mikla skerðingar viðkomandi hafi fengið frá Tryggingastofnun, þá athyglivert að vita hversu margir af þessum ríflega 30.000 eldri borgurum átta sig á því að þetta var vegna leiðréttingar sem við fengum fyrir þeirra hönd með því að fara í mál við ríkið. Það var flokkur fólksins.
þó við höfum þurft að fá aðila til þess að munstra á málið. Sá aðili fekk 38.000 krónur af því að við þurftum að velja aðila sem var mjög tekjulágur. Þannig að við getum mögulega sótt gjafsókn og allt það, ég ætla ekki að fara lengur út í það. En málið þetta, hversu mikla athygli, eða réttara sagt athyglisleysi, hefur þetta risamál fengið? Algjört athyglisleysi, og það sem við megum líka ekki gleyma, við megum ekki gleyma í þessu samhengi að þarna var þingið að setja aftur lög og brjóta lög og reglur, þingmenn, og það eru, hversu margir allir sé enn í þinginu sem tóku þátt í þessari? Þeir eru margir og þú manst nú sælla minninga þegar hæstvirtur barna- og félagsmálaráðherra í rauninni var hinn versti yfir því að þessum fjármunum skildi ekki verið varið í eitthvað annað í stað þess að greiða fyrir þetta lögbrot. Og reyndi svo að snúa út úr líka, þetta hefði bara verið þeir sem væri hæstlaunum sem að fengja þetta, það er rangt. Vegna þess að þó að þeir fengja þetta líka, þá bara sýndi þetta svart á hvítu eldri borgurum hversu rosalega skerðingarnar eru og hversu hvernig lífskerfið misnotað. Sem dregur mann að því, Guðmundur. Hversu oft finnst þér til dæmis, hversu oft upplifir þú það þegar þú ferði í æðsta ræðustólinn, ræðupúltið, inn á Alþingi í óundirbúna fyrirspurningu við ráðherra? Hversu oft upplifir það að ráðherrann svarir hreinlega spurningunni sem þú ert að beina til hans á þess að dansa í kringum hann eins og köttur í kringum heitan graut? Stundum náttúrulega hefur hann ekki hugmynd hverju hann að svara yfir höfuð, en þannig að það þarf náttúrulega þá að vera pólitísk klókur til þess að geta komist hjá því skamlaust. En ég meina, hversu oft finnst þér raunverulega að þú fái svör? Spurningunum sem þú ert að leggja fram. Það er yfirleitt reynt að snúa út úr öllu. Það því miður við. Svörin eru á skortu skammti og ég meina að það er líka eitt af þessu sorglega til dæmis ef maður að fara til dæmis í fjármálaráðherra Bjarna. Þegar hann byrjar að tala meðaltal, eins og ég alltaf sagt, það OECD. Meðaltal og síðan var hann svo opbóðslega hrifinn af þessu almannatryggingakerfi eins og ég spurði hann að hverju var það svona hrifinn á? Skerðingunum. Keðjuverkandi skerðingunum, 266.000 krónum fyrir eldri borgara, en það sem ég finnst svo sýnir svarta hvítu hvernig þetta er í þinginu, það er það þegar þeir tóku búsetuskerðingarna. Það er 10% af þessu 266.000 krónum lægra, 10% lægra, pluss það er settu krónu móti krónu aftur á. Og svo segir alltaf skerðing hjá þessu búsetu, þeir fá 10% minna og allar tekjur eftir það eru skerta krónu móti krónu. En hvað er búsetuskerðing? Búsetuskerðing eru þá sem eru hafa ekki fengið náð fullum réttindum í lífeyriskerfinu þegar þau fara á eftirlaun, almannatrygginguna og fara á eftirlaun, hafa ekki náð fullum réttindum. Þetta getur verið ýmsa hluta, það getur verið bæði vegna sérstaklega kannski búsettir erlendis. Erlendis, já, fólk hafa verið erlendis, þá dregst það frá og þetta er svona ýmislegt. Þetta er ekki stór hópur, en hugsa ykkur, til þess að koma þessu kerfi á, til þess að gera 10% skerðingarnar, þá var sett nýtt kerfi upp hjá Tryggingastofnun sem kostar, það kom það fram held ég að vera 55 milljónir, kostaði að setja upp það kerfi. Var það tölvukerfið? Já, tölvukerfi og startmaði það, en ef þeir hefðu sleppt því og bara borgað, þá hefði það kostað 20 milljónir. Þannig að þeir voru að setja 35 milljónir meira í að búa til kerfi til að geta skert fólkið, sem er svo arfavitlaust að ég held að þetta er að vitlausta sem ég nokkurn tímann séð gert á þingi, nokkurn tímann. En hvað finnst þið til dæmis það að nú skulum við venda, við skulum halda pínlítið áfram með málefnin okkar sem við höfum verið að berjast fyrir inn í þinginu, til dæmis eins og ég hef ekki tölu á þeim frumvörpum og þingsályktunum sem við höfum verið að leggja fram bara beinustu leið inn að reyna að leiðrétta inn í almannatryggingakerfi og reyna að leiðrétta og bæta hag fátækasta fólksins. Þessi frumvörpu, þau skipta að verða tugum og maður velti fyrir sér, við mæltum nú til dæmis fyrir 7 málum, bara ég ein í síðustu viku, 7 málum inn í þinginu, 7. Ég get svo svarað að ég held að 2 þeirra hafi fengið einhverja svona örlitla athygli hjá sérstaklega þeim hópi sem að frumvörpum fjölluðu var í sambandi við sjávarauðlindina og fiskveiðistjórnunarkerfið og allt það, smábátana og allt svoleiðis og það óréttlæti sem að þeir búa við. En athyglin sem við erum að fá, eins og til dæmis þegar við erum að fara fram á að afnema skerðingar á lægstu laun, þegar við erum að fara fram á frítekjumark, algjörlega lágmarks framfærslu 350.000 krónur skatt og skerðingarlaust.
Hvaða umræðu hefur þetta fengið? Enga. Hvaða umræðu, veit fólki okkar sem við erum að berjast fyrir, hugsaður hvað við hérna sitjum hér, þakklátt, við sem bæði erum öryrkjar, við sem bæði höfum þurft að hokra, við sem erum með einu þingmennirni vilja alhæfa inn á þingi núna, sem hefur þurft að lifa á þessu stagbætta ógeðslega bótakerfi. Og ég meina, hvaða athygli hefur við fengið virkilega og hvaða athygli hefur í rauninni hópurinn okkar sem við erum að berjast fyrir, gefið okkur. Sko, með þau skoðanakannanir, Guðmundur, þó að við séum nú ekki þau sem að látum stýrast af þeim, að ef við erum að berjast hér við það að halda okkar þingsætum og halda áfram þeirri baráttu og við í rauninni myndum ekki uppskera það, að fólki okkar átta sig ekki á því, þá myndi ég segja, það er rosa gott. Við erum hérna hugsjón, við viljum hjálpa fátæku fólki, við viljum hækka lágmarksframfærslu og reyna að gera öllum kleift til að hafa fæði, klæði og húsnæði. En ef að raunverulega einhver á skoðanakannanir hérna síðustu 2 til dæmis sýna raunveruleikann, þar sem við erum að mælast með 4,2%, við erum að mælast með 4,6% og jafnvel lægra, og auðvitað náttúrulega fyrir 3 mánuðum allt í einu 6,1%, þannig að þetta er náttúrulega svona brokkeng, en þá myndi það í rauninni vera gleði fyrir okkur ef að raunveruleikin sá að það séu bara svona fáir sem að þurfa að fá fólk eins og mig og þig til að berjast fyrir þeim. Það er gott. Þó að við færum þó aftur á hérna sama gamla stagbætta Frankenstein-kerfi, þar sem að við hefum búið mest alla tíð. Þannig að sko, en við verðum líka átt okkur að því að sko, það sem við erum að leggja fram, sko, við erum búin að vera með hérna, til dæmis aldurstengda örorkubótina, upplýsingar og eftirlitsheimildir eru til dæmis eitt af því að það akkur ekki lögfest samning Sameinuðu þjóðanna málefni fatlaðra. Hvernig orkum við draga af því það kostar peninga. Akkurat. Við þurfum að setja 1,5 milljarð, sjáðu, við setjum 1,5 milljarð í fyrra í Íslandsstofuverkefni þarna innan öskurkassa til þess að reyna að laða erlenda ferðamenn að Íslandi í blússandi COVID. Í blússandi COVID. Við settum meira í það heldur við borgum á ári fyrir sjúkrastofnunina á Vogi og samtökin SÁÁ. Við settum meira í fyrra í þetta öskurdæmi og að reyna að markaðsetja okkur á erlendri grunn. Ég meina, hvurslags forgangsröðum fjármuna er þetta? Og ég segi bara og leyfi mér að segja og ég stend við að hvurslags fíflagangur er þetta sem við erum vitni að hér hábjartanda. Já, eins og það þessar nála 200 milljónir sem fóru í að mat fyrir minka, en það var ekki hægt að setja það í matagjafi fyrir fólks. Ekki sagt það eins og sé verið að draga úr þeim allt saman alla tennur ódeift þegar maður er að biðja fjármagn í hjálparstofnanir. Þetta er með hreinum og ólíkindum eins og segir. Þetta er bara að skömma þess að við skulum vera í núna 2021 að við skulum vera með fólki í biðröðum eftir mat og hvers vegna í ósköpunum er til dæmis eins og komið fram í umræðinu á þinginu er ekki búið að reikna rétta framfærslu. Að það skulle vera inn á félagsmálaráðuneytinu kolröng framfærslu viðmið og þeir passa sig að taka húsnæðið út. Dýrasta liðin, hann er tekinn í burtu til þess að falsa. Já, þú ert að tala um lágmarksframfærslu viðmið frá ráðuneytinu. Maður getur ekki. Þeir gerir ekki eins og ráð fyrir húsnæðinu. Nei. Það á bara enginn að þurfa að hafa það kemur höfuð og sé langdýrasti pósturinn í hverju einasta heimilisaldi. Sko, ef að þetta er ekki, ef þetta er ekki tvískinnungur og snúa öllu á hvolf, þá veit ég ekki hvað það er. En við erum vön því að þurfa að sjá að einhvern veginn getur maður ekki séð hlutina nema til að standa á haust, því þetta er allt á hvolfi. Nei, og sjáum við bara til dæmis líka öryrkja. Að þegar þeir fara á eftirlaun, 67 ára koma á þann aldur, nú þá er það heilbrigðir í boði ríkisins. Lakkar ekki til Gummi. Heilbrigðir í boði ríkisins. Guðmundur ekki, ég get fleytt gleraugunum og þú hendir hækjónum og við fáum fulla, ég fæ bílprófið og fulla sjón og þetta verður alveg dásamt. Já, stórlækkun vegna þess að við erum batnað svo mikið að við þurfum ekki svona mikla peninga eins og við höfum, þessar rosa háu örkubætur, þannig að við verðum að fara á lágar ellilífeyrisbætur. Já, hugsa sér og spáði annað með öryrkjan. Einstæðan öryrkja til dæmis sem er með börn hjá sér á framfæri. Að þegar barnið er orðinn unglingur og hann er í skóla og þig langar líka þegar þú ert öryrki að mennta barnið, hjálpa barninu þínu. Barnið, unglingurinn kostar orðið meira eftir því sem barnið eldist þá tekur það meira til sín, það segir sér sjálft. En þetta barn, þessi unglingur þarna leið og hann smellir í það að verða sjálfráða og fjárráða og 18 ára gamall, þá í rauninni er eins og samfélag segir þú mátt ekki eiga heimi á mömmu þinni.
eða pabba þínum, bara út með þig, vegna þess að annars skerðum við öryrkjan sem er foreldri, bara skerðum það, vegna þess að þú átt heima þar, jafnvel þó að sko annar önnur mótsögn, einstæður faðir, eða sem sagt, réttar sagt meðlagsgreiðandi, það talið eðlilegt að hann greiði með barni sínu ef það í námi, þannig til barnið eða einstaklingurinn verður 22 ára. Ég man ekki alveg hvort á til 20 eða 22 ára, það alveg eðlilegt, en það ekki eðlilegt að öryrki geti hjálpa barninu sínu og haft það ennþá heima hjá sér þegar barnið í framhaldsnámi, þegar barnið fyrir skóla. Já, en svo gleymist líka að það upplýsingaskylda Tryggingastofnunar og það virðist aldrei upplýsa foreldrar það að þegar barnið 18 ára og enn í skóla, þá getur það sótt styrk. Já. Það aldrei upplýsað það. Fólk að uppgöta þetta kannski þegar sko næst frá 18 ára til 20. Já, menntastyrkur frá barni fær það á þessu tímabili. En auðvitað... En foreldrið skert. Já. Vegna þess að það missir heimilisuppbótina og sérstaka heimilisuppbót og allt saman vegna þess að allt í einu sjálfráða einstaklingur sem á einni nóttu bara frá 11:59, 23:59 til 00:000 allt í einu verður hann fullorðinn og eyðileggur í rauninni innkomuna framfærsluna með því að labba yfir þennan þröskuld. Þá bara öllu sjálfstæði og fjárhag bara, allur fjárhagunum settur á hvolf. Hjónaskatturinn, 120.000 krónur á mánuði. Maður að heyra foreldri og foreldrum sem að reyna að láta vini og vandamenn taka við börnunum sínum og skrá þau í búsetu þanga til þess að eyðileggja ekki þetta. Fólk sem getur ekki lifað af þessari almannatryggingaframfærslu, það ráðist á það þegar barnið þeirra verður 18 ára einstaklingur og reynt að skemma það að það geti verið hjá foreldrunum áfram. Spáið það, á sínum tíma, það var umræða það að það væri sko allir að svindla sér inn á örorkulífeyrinn. Eins og ég sagði á sínum tíma, ef einhver svindlaði sér hann inn, þá var hann heima, þannig alvarlega veikur. Já, það er rétt. En það var gerð rosa könnun á þessu, það var sagt að þetta væri milljarðar sem væri þarna og það var gerð könnun á því, nákvæm könnun á því hvernig þetta væri og farið í gegnum allt kerfið hjá Tryggingastofnun. Hver var niðurstaðan? Jú, það voru örfáir einstaklingar sem fundu sem voru að svindla og hverjir voru það? Jú, þeir voru að skrá sig ekki öryrkjar, heldur fólk var að skrá sig í sitthvort staðnum til þess að fá barnabætur og heimilisuppbót og bara til þess að lifa af. Þetta var bara sjálfbjargarvinna eins og ég kallaði það, að reyna að þóra. En á þessu lágu, þetta bara ömurlega. Við skulum telja upp nokkur mál. Teljum upp til dæmis almannatryggingar sem við höfum mælt fyrir, þar sem við viljum að allir, þegar þú ert að fá greiddar framfærslur á Tryggingastofnun, þá eru sumir látnir greiða fyrir það. Ef þeir eigi ekki heima á Íslandi, þá þarf að greiða x marga krónur fyrir millifærslu Tryggingastofnunar inn á þinn reikning. Þetta eru 2.000 krónur fyrir 3.000 krónur fyrir hverja færslu. En það munar það, þegar þetta orðið 36.000 krónur á ári, það munar fyrir þann sem á ekki fyrir salt í grautinn. Þetta kostar í rauninni ríkissjóð nánast ekki nokkuð skapaðan hlut, enda það þarna mun sterkari samningsaðili gagnvart lánastofnun til þess að semja bara ennþá hagstæðari greiðslur fyrir millifærsluna. Þetta eitt, þetta pínlítið mál, þetta sanngirnis- og réttlætismál, það verður ekkert mál að samþykkja það, ekki neitt. Síðan það almannatrygginga frítekjumark vegna lífeyristekna. Nú eru lífeyristekjurnar sem að þú veist 25.000 krónur. Ef þú ert með 25.000 krónur í lífeyristekjur, þá allt í lagi, þá skerðir það ekki almannatryggingarnar. En leið og þú ferði yfir það, Guðmundur, lýstu því þá. Lýstu hvað gerist þegar þú ert kannski komið 100.000 sem að við erum að kalla eftir 100.000 krónar frítekjumarki að fjórfalda þessa viðmiðunartölu. En hvað gerist bara, við skulum segja, ekki 25.000, við skulum segja að þú hafi 50.000 núna í dag. Hvað gerist þá? Leið og ferði yfir 20.000, þá kemur fyrst það skattað með þeirri skattpersónu sem fer eftir hvað háa tekjurnar en segjum að þessu lága tekjur, þá er það 35% skattur á því, síðan kemur 45% skerðing ofan á það. Já. En svo gleymist oft í þessu líka að það fer eftir hvaða... Þannig að þetta okurskattur og skattin og eiginlega umfram allt sem að eðlilegt telst og bara... þetta kannski ekki brot bara á gildandi rétt? Jú, þetta frá svona 70% og alveg upp í 80-90% skattur. Og eins og ég sagði að á sama tíma og þetta verið að gera við lífeyrin okkar, þá verið að rífast það hvort að sægrefinir sem að fá milljarða í arð, hvort að þeir séu skattaðar í þessi arður segja 10% eða 20%. Á ég að segja svo 10 eða 20% hjá þeim, 80% hjá lögsingar eignumfarin lífeyrissjóðs.
eigum við að segja okkar góðu áhorfendum hvað auðlindarentan var og hefur verið að jafnaði að meðaltali síðustu 8 ár. Þá ég að tala auðlindarentuna að sjávarauðlindinni sem að auðlindarenta það sem eftir stendur þegar búið að greiða allt. Þegar útgerðin búin að greiða allt, mannahaldið og allan reksturinn í kringum skipið og veiðarfærin og allt saman og launakostnað og allt saman. Að meðaltali 50 milljarða á ári. 400.000 milljónir króna hafa farið í vasa kvótagreifana á síðustu 8 árum. 400.000 milljónir, 400 milljarðar að meðaltali. Og veiðigjöldin í fyrra komin í rúma 4 milljarðar króna. Von að hlutinni séu þess að þeir eru. Þeir verða alltaf verið að forgangsraða fyrir þá ríku. Þeir verða að vernda þá sem eiga allt á kostnað þeirra sem eiga ekkert. Svo kemur Bjarni upp í ræðustól og segir hvar eigum við að fá peningana? Akkurat, við erum með. Hvar eigum við að fá peningana? Við erum með það á hreinu. Þarna eru peningar og líka skattleggja eingreiðslur í lífeyrissjóð. Þar getum við nálægt 100 milljónir. Já, sko. Og hvað getum við gert við það? Spáði það. Það er búið að segja það að ef við værum teknar allar skerðingar í lífeyrissjóðskerfinu þá myndi það kosta 30 milljarða. Það er ekki með 1/3 af þessu. 1/3 af þessu. Spáði það. Já. Og ef við myndum hækka, ef við myndum aldrei auðvitað að gera það vegna þess að í sjálfu sér það sem við eigum að sjá til að fólk verður líka átt að sjá. Ef þú ert bara með, segjum 400.000 krónur mánaðarlaun og ert að fara eftirlaun og þá máttum við reikna með 56% af því séð. Það voru eitthvað 220-30.000 krónur sem þú farið út úr því þegar þú farið eftirlaun. Já, og þetta er lífeyrissjóðurinn pluss svo koma skerðingarnar á móti hjá Tryggingastofnun. Hvernig ætli sé hægt að fá 220.000 krónur útborgað eins og við gerðum hérna þegar leigan hefur rokið upp úr öllu valdi þegar í rauninu ennþá vöntun á fasteignum. Það ennþá skortur á framboði á fasteignamarkaði. Það gríðarleg bóla, það endalaus vöxtur og hækkun á leigu og fólk að borga upp undir 200.000 krónur hér í leigu fyrir einhverja smá kitru. Já, en svo fer það til. Og það að fá útborgað 220.000. Já, svo fer það til lánastofnunar og segir þau ég ætla að kaupa mér íbúð og ég get fengið íbúð og ég get borgað 100.000 krónur þar af láninu og eignast hana. En það er að borga 300.000 krónur leigu og þá, nei, þú færð það ekki. Þú færð ekki greiðslumat. Sko, þú hefur ekki nóg að tekja, sko. Ég æsist nú öll upp þegar við förum og það líka eins og ég segi þegar þeir að mér finnst alveg stórfurðulegt þessi málflutningur í sambandi við lífeyrissjóðina þeir megi ekki setja fjármuni í að byggja íbúðablokk fyrir fólki sem á peningana þarna. Hvað er fólk að gera á Íslandi? Jú, það er að byggja hús, steinsteypan og íbúð hafa verið besta fjárfestingin. En þá segja þeir í lífeyrissjóðunum, það sé ekki hægt. Að fara með þetta gamlir að markaði með þetta. Þeir í lífeyrissjóðnum, eins og við köllum það, er vantarlega þeir sem stýra og stjórna lífeyrissjóðunum. Það er samtök atvinnulífsins. Veistu hvað yfirbyggingin er? Veistu hvað við lífeyriseigendur og greiðendur erum að greiða fyrir það að láta fjárfesta fyrir peningarnir í lífeyrissjóðunum? Nokkra 20 milljarða. Yfir 20 milljarðar sem við vitum um. Vitum um, svo er erlenda fjárfestingin. En þá vitum við ekkert hvað við erum að greiða til aðilana erlendis frá sem eru að sjá raunverulega fjárfestingarna þar. Þannig að lífeyrissjóðskerfið okkar á hátt í 6.000 milljarða í dag. Hátt í 6.000, þetta er sexfalt það sem við erum að nota íslenska ríkið hefur á milli handana og í ríkissjóði, þetta er sexfalt. Já, það er á 3.000 milljarðar í skattpeningi sem er til hanninni sem skulum spáið að við erum að byggja hérna sjúkrahúsið 70 milljarðar, þannig er á 3.000 milljarðar inni. Og þeir eru gamlega með þetta á markaði og hvernig fara þeir að? Jú, lífeyrissjóðirnir, þeir eru búin að fá svo mikið af peningum að þeir eiga orðið í öllum stóru fyrirtækjum á landinu. Þeir eru að kaupa sjálfur sér. Já, þeir eiga yfir 40% af hlutafénu inn í kaupöllinni. Og haldið þessi raunvirði að þeir fá, hver er raunvirði þessar eignar sem þeir eiga í dag ef þeir þurft að selja? Þessi peningamaskina, hún rúllar inn í kerfið yfir 200 milljörðum á ári. Þeir þurfa að fjárfesta í beinar fjárfestingar yfir 17 milljarða á mánuði og samt er ekki hægt að taka staðgreiðslu við innborgun og fella niður þessa undanþágu. Lífeyrissjóðirnir eru með undanþágu frá staðgreiðslu. Ég og þú og við öll, við þurfum að borga staðgreiðslu leið og launin koma til okkar, en ekki lífeyrissjóðirnir. Þeir þurfa að greiða skattinn við útborgun þegar að í rauninni fólkið sem annarkvæmt hefur orðið dettur inn á lífeyriskerfið
út af slysum eða örkum eða örorku og neyðist þess að hætta að vinna og þarf að fara á lífeyriskerfið, þá er byrjað að skatta það þegar það tekur út úr kerfinu, þegar það hefur enga möguleika á því einu sinni að vinna meira eða gera nokkuð til að bæta sín hag. Gamla fólki, þegar þú er komin hættur að vinna og er komin á aldur, þá tekur út úr kerfinu, þá er fara að skatta því, í stað sem gera það þegar þú ert ennþá ungur og feskur og að vinna og koma þessu fjármagni inn í okkar sameiginlega sjóð. Og eitt annað, að það eru mjög margir dánir. Það eru mjög margir lífeyrisgreiðendur og eigendur sem deyja áður en kemur að því nokkuð tíma að taka út úr sjóðunum. Og hvað verður þetta? Jú, af því að þetta er samtryggingasjóður. Að þá fellur það bara inn í hítina. Af því þú þarft að taka þátt í öllum hinum þótt að séu 15,5% af þínum launum í dag. Af þínum launum í dag. Sem eru settir inn í þessa samtryggingu. Hverslags réttlæti er það að við skulum ekki eiga þá peninga? Flokkur fólksins hefur komið frumvarp. Við erum með skilyrðislausan eignarétt á lífeyrissjóðs eign okkar, lögþvinguðu launu sem að vera sett inn í kerfi og við viljum hafa hann erfðarlega, Atvinnurekendur út. Já, við erum með annað frumvarp, já, þar sem að við viljum meira gagnsæi og lýðræði í lífeyrissjóðum, burt með atvinnurekendur út, það eru lífeyrissjóðseigendur sjálfir sem eiga að stýra þessu og stjórna sínum sjóðum. Ekki einhverjir atvinnurekendur sem að í rauninni hafa akkurat ekkert erindi. Og eiga ekkert erindi inn í sjóðum. Eins og hefur verið sagt núna í þinginu að þessi dæmalaus hall á ríkissjóði vegna COVID, þetta séu bara að fara í 600-700 milljarða. Já, þessum 2 árum núna. Á þessum 2 árum. Þessu og í fyrra. En gleymum því, það er allir búin að gleyma því. Hvað skeði í bankahruninu? Hvað tapaðist mikið af skatttekjum úr lífeyrissjóðum? 600 milljarðar vissum við og það er eitthvað vanáætlað. Akkurat. Eitthvað vanáætlað. Það var ekki hægt sagt að það væri alveg fordæmalaus og þeir þyrfti að rannsaka það hvernig í ósköpunum þetta var. Var einhvern veginn til ábyrgðar? Nei. Aldrei, það er ekki enn búið að gera pruni. Nei. Það er ekki enn búið þó þessi skýrsla hafi komið þessi dóðrantur hafi komið, þessi götótti dóðrantur hafi komið fyrir þinginu í vikunni. Á annað 2000 heimilar sem voru tekin. Og það er nú alveg sætir furðu hvernig þeir stjórnmálaflokkar sem jafnvel stóðu fyrir því að slá skjaldborginni fjármagnsöflin og gjaldborginni heimilin og í rauninni hirtu hvorki heiðun í æru þegar var verið að bera þetta fólk út á götu, heilu og hálfu fjölskyldunar eins og þú segir. Það voru boðin upp yfir 10.000 heimili en það voru held ég 15.000 fjölskyldur sem mistu samt sem á þeir heimili sín og þurftu að yfirgefa þau og fara annað. Þetta er náttúrulega sárar en tárum tæki, en Guðmundur, nú varst þú með við erum með almannatryggingarnar, lágmarksframfærsluna, 350.000 skatt- og skerðingarlaust. Við vildum koma með hækkun á lífeyris frítekjumarkinu vegna lífeyrissjóða upp í 100.000 eins og í rauninni félag eldri borgar hefur kallað eftir. Þetta er hóflegt. Þetta er bara hófleg hækkun. Við erum með almannatryggingarnar að fylgi skilyrðislaust meðalþróun á vinnumarkaði, launavísitölu, en ekki neysluvísitölu eins og nú er. Svo er þetta líka þetta heimskast af öllu heimsku sem við höfum getað fundið upp að banna fólki að vinna. Hvernig er hægt að hafa svo heimskerfi sem segir fólk, þú mátt ekki vinna og ef þú allar að dirfast að vinna, þá refsið það, hyrðu allar peningin sem þú ætlar að vinna fyrir. Og ég meina, það segir sér sjálft, ef þú segir við eldri borgar og aðra og öryrkja til dæmis, vinniði. Þegar þá koma skatttekjur, þá þið getur tryggt tekjur að setja dæmið þannig upp að þá eigi að bara skerða alla vinnutekjur og refsa fólki fyrir að vinna er heimskattar sem nokkuð verið sett upp og er þjóðfélaginu og veldur þjóðfélaginu skaða. Vegna þess að það er miklu ódýrara fyrir þjóðfélagið og alla að afnema það og þetta erum við búin að setja út. Við viljum taka því burtu að fólk fá að vera að þvinga fólk til þess að vinna ekki. Svo kom maður núna alveg í hrönnum þegar maður er að biðja að þeir hjálpi til dæmis þeir sem eru að detta út af atvinnuleysisbótum. Þetta eru 100 manns í mánuði, þetta eru að verða 1000 manns sem er dottin út af atvinnuleysisbótum og lenda á félagsleysisbótunum og þar færðu ekki neitt nema að þú sért einstaklingur. Ef þú ert með maka sem hefur eitthvað tekjur þá færðu ekki neitt úr félagskerfinu. Og núna segja þeir að þeir séu ekkert að gera fyrir þetta fólk að þeir ætla að reyna að finna eitthvað virkni fyrir það. Já, þeir eru að finna virkni þegar 27.000 manns tæplega eru atvinnulausir og það er ekki hægt að finna störf. Og þetta er náttúrulega, þetta er sárar en tárum tæki að hlusta á þennan málflutning. Við vorum að hlusta á henni í morgun í Sprengisandi.
Hvernig er verið að verja það og segja, já það verður að koma virkni, það verður að koma þeim í virkni, hvernig ætlar að koma þeim í virkni? Félagsbætur Þar eru öll þessi störf sem að eiga að vera þarna. Vitið að félagsbætur hjóna í Reykjavíkurborg eru 340.000 krónur útborgaðar. Já. Fyrir skatt. Og sko sveitarfélögin, þau hafa ekki bolmagn til að taka á sig þennan skell. Þau hafa heldur, þó að félagsbætur sveitarfélagana séu mun lægri en atvinnuleysisbætur. 170.000 krónur á hvorn einstakling. Já, en þeir hafa ekki efni á því. Sveitarfélögin eru að sligast, þau get ekki tekið þetta á sig. Við erum að rífast á svona að það sé ekki hægt að lifa á 220.000 krónur sem er útborgað hjá öryrkjum. Þannig erum við að láta einstakling fá 170.000 krónur. Já, en þú verður að átta á því það er alltaf spyrt saman maki. Makarnir eru alltaf spyrtir saman. Þú ert sviptur sjálfur þegar þú ert maki. Já. Þetta er hjónaskatturinn. Já, þetta er hjónaskatturinn. Og ég myndi segja að heldur myndi ekki vera ekki harman kvein á Alþingi ef að hjónaskatturinn hjá okkur væri þannig að hjón kæmi, einhver væri giftur sem færi inn á Alþingi, hann þyrfti þá að borga 120.000 krónur bara til ríkisins á hverju mánuði. Þess vegna hefðum við nú haldið Guðmundur að núna til dæmis, þá hefðum við verið í lóa lagið að samþykkja þessi frumvarp okkar og okkar ályktanir það að til dæmis afnema skerðinga vegna launatekna eldri borgara. Við fengum alveg stórfurðulega skýrslu frá ráðuneytinu, það var nú samkomulagsatriðið út af okkar máli, að vinna skýrslu það hvort að við höfum haft rétt fyrir okkur samkvæmt þeim útreikningum sem við höfum til grundvallar, sem sérfræðingur hafði látið okkur í té, hvort að það átti við rök að styðjast með við þá sérfræðinga sem að ráðherrann vildi látið skoða þetta, sem að Kapasent svona 5 mínútum áður að fór á hausinn, og svo skýrsla, við vitum ekki einu sinni hvaða breytur lágu að baki. Fyrsta lagi á hvað kostaði skýrslan marga milljónir og í öðru lagi, bara hægt að henda þessu út gluggann, og í öðru lagi hvaða breytur voru teknar inn í þá skýrslu. Við vorum að halda því fram að ríkissjóður myndi hagnast á því að leyfa eldri borgurum að vinna. Frekar hann að setja þá í algjöra, nú kalla þær alltaf eftir virkni, en þegar kemur að eldri borgurum þá mega að vera óvirkir. Farðu bara heimtíðin og býta eftir að vera borun út í kistu. Þetta eru ömuleg skilaboð. Fólk verður bara miður sín, fullfrískir einstaklingar vilja fá að vinna lengur. Nei, ef þú tóðan x gamallar alveg sem að hversu frískur þú ert, þá skal þú bara hætta að vinna, annars refsum við þér. Annars verður þú skertur og það tekur því ekki fyrir það. Þetta er líka eins og rökin sem þeir eru með núna, til dæmis þegar við vorum að flytja frumvarpið að skattleggja eingreiðslu lífeyrissjóð, þá erum við að ræna tekjum framtíðar. Ég meina tekjur framtíðarinnar eru ekkert í hendi. Þær eru einhvers staðar langt út í skógu og við þekkjum bankarnir, það geta að horfa á einni nóttu. Nei. Og það er Ríkissjóður fengið 20 milljarða beinustu við sveltum ekki fólk í dag bara út af vonum það að einhver geti haft aðeins betra í framtíðinni. Það er engu líkara en við hættum að fjölga okkur fyrsta lagi, vegna þess að þeir segja það að við verðum eldri og fjölgi verða færri hendur sem að vinna því að halda upp í bótakerfinu eins og þeir kalla það. Í framtíðinni þá voru fyrsta lagi á eftirlaun 100 ára. Já, þannig að í raun og veru þá er þetta algjörlega upp í andhverfu sína vegna þess að auðvitað heldur okkur áfram að fjölga og auðvitað heldur þessi maskína lífeyrissjóðskerfisins eftir að mala inn 200 milljarða á ári. Það kemur maður í mannstað og ég er ekki að sjá það okkur sé að fækka. Ég tel að okkur muni fjölga ekki síður í takt við það að við erum að eldast. Okkur er að fjölga og jú, við erum að eldast, en hafa þeir einhvern tíma tengt þetta saman? Hversu mikið mun okkur fjölga? Og þar kemur líka inn þá eru við komin inn á heilbrigðiskerfið. Hugsið ykkur, ég held að almenningur viti það ekki út og það er haldið algjörlega leyndu fyrir fólki hvernig biðlistakerfið er orðið byggt upp á Íslandi. Við erum með biðlista fyrir börn með greiningu. Fyrst erum við á biðlista til að komast á aðalbiðlista. Ég sagði einhvern veginn að sennilega verið næsta að koma, þá verið 3 biðlistar. Fer að fyrst á einn, síðan þarf að bíða til að komast næsta og svo komast næsta. Svo er hann leysir vandan til að fela biðlistavandan og þeir gera þetta líka við eldri borgara. Þeir gera þetta líka við eldri borgara, það er biðlista til komast á biðlista. Og hvernig þetta var slæmt þegar við komum að þau. Ég er búin að vera að hamra á sig hverju einasta þingi og við að láta í okkur heyra út af þessu, en þetta versnaði rosalega COVID núna og hvað segja þeir það að þegar hvað gera þeir til að redda þessum biðlistum, til dæmis í sjúkraþjálfur, þeir aðstoða sjúkraþjálfur, þeir neita að semja þá, talmeinafræðinga og þeir eru að búa til vandamál og Sérfræðingar? Þegar maður er bara búinn að reyna að tala vitrænu biðlistana, þannig að ég gafst upp og bjó til símsvaran. Ég meina, maður getur ekki orðið að bundist yfir þessar vitleysu, hvernig þetta er að koma hlutunum fyrir.
Nei, en sko ég upplifði það þannig þegar var verið að tala sko skilvirkni í heilbrigðiskerfinu, að umbuna lækninum fyrir það að geta afgreitt sjúklinginn á sem skemmstum tíma og tek sem flesta inn. Ég sagði bara rétt sér svona, ég upplifði þennan stuðul sem var verið að fara eftir, sem var tekin inn 2003 skils mér hérna í heilbrigðiskerfinu, til þess að vera með hagkvæmni í rekstrinum og skilvirkni, af því þetta náttúrulega alltaf vannsvelt, þetta alltaf svelt, fjársvelt, alltaf svelt. Ég upplifði mig eins og ég væri komin bara í einhverja sko dósaverksmiðju. Ég væri bara farin þarna að við værum bara að pakka grænum baunum. Því það var í rauninni ekki farið að tala fólk lengur. Heldur fjármagnið á bakvið hvern einstakling og hversu snögglega var hægt að losna við hann út úr kerfinu, út af spítalanum. Þetta var mjög sérstakt á sama tíma og við erum með þennan vanda, gríðarlega vanda með gamla fólki sem liggur inn á göngum í dýrasta úrræði sem til 100.000 kall nóttin eða sólarhringuna og jafnvel meira eftir í hvort það á hvaða deild viðkomandi látin bíða, og vanvirðinguna við þessa einstaklinga. Er þetta að koma verra fram við þetta fólk sem byggði upp landi en að kalla það fráflæðisvanda? Fráflæðisvandi er gamla fólki kallað sem fast á spítalanum. En við erum með svo mörg mál minn og tími flýgur og það er bara svo ofsalega gaman að tala allt þetta. Við höldum áfram, við getum talað það verið að tala við séum einsmálsflokkur. Það var alveg frábært. Mér alveg sama þó við varum einsmálsflokkur, ef það þýðir það að við erum að berjast fyrir þriðjung þjóðarinnar og útrýma fátækt. Þá alveg nóg að vera þar. En auðvitað þegar við förum inn á þing, og ég upplifi það þegar ég fer inn á þing að ég sem fer til þess að útrýma fátækt. Allt í einu þurfti ég að vita allt allt. Allt í einu var ég spurð stór skrýtna hluti sem að ég í rauninni hafði ekki hundsvit á. Þannig að maður verður að leggjast undir feld bara strax og í djúpulauginni með engan kút að reyna að... En þessi málflutningu, við erum alltaf á þessa millir við sagt að við lifum í góðu landi, ríku landi, og svo þegar við förum að tala um akkur er fátækt, akkur er sárafátækt, akkur erum við ekki búin að útrýma þetta, þá segir hvar eiga peningarnir að koma? Svo erum við búin að vera að tala um 6.000 milljarðar í lífeyrissjóðskerfinu, þar af 3.000 milljarðar skatttekjur, og kvótagreifarnir milljarða ofan 20 milljarða og bankakerfið nóga peningum. En svo leiða að fara að nota þetta til þess að útrýma fátækt og sárafátækt og láta ekki fólk standa í biðröð sem mat, nei, þá ekki til peningar. Þá koma þær og segja, hvar eigum við að taka peningana? Nákvæmlega, og það sem ég var að segja í sambandi við einsmannsflokkina, þá nú staðreyndin svo að við höfum verið að leggja frumvarp nánast hvaðina sem hvort sem það lítur að mata og umhverfisáhrifum til virkjana. Við erum hér að berjast fyrir breytingu á fiskveiðistjórnarkerfinu og það alrangt sem ég hef heyrt að sé engin flokkur á þingi sem vil stokka upp þetta fiskveiðistjórnarkerfi. Við höfum viljað stokka upp þetta fiskveiðistjórnarkerfi frá byrjun. Það ósanngjarnt, það óréttlátt, það búið að leggja sjávarplássin okkar hringinn í kringum landið í auðn og það bara verið að halda áfram á þeirri braut. Við erum líka í sambandi við búvörulög. Við höfum verið að berjast fyrir því að reyna að lækka raforku til bænda og virkilega gefa garðyrkjubændum kost á því að framleiða ennþá meira, að horfa aðeins eins og þeir eru að gera núna til framtíðar þegar þeir eru að segja að við erum svo gömul að það sé ekki til peninga til að halda okkur uppi að því við erum allt og mörg og allt og gömul. Að þá í rauninni í þessu tilviki þá vildi ég tjalda til fleiri nátta en einnrar og benda á, hugsið ykkur, við getum niðurgreitt okkar grænu orku, það mikið til garðyrkjubænda að þeir geta margfalda framleiðslu að hreinni, ómengaðri afurð. Við erum ekki bara sjálfbær með okkar rækt, heldur getum við fara að flytja þetta út allan heim, orðið virt fyrir það, litla Ísland, með alveg ótrúlega flotta, hreina og ómengaða afurð. Það því lúxusvara í rauninni, það sem ekki búið að sprauta á það skordýra eitri eða nokkuð sköpuðu hlut. Við eigum að vera sjálfbæri með grænmetis framleiðslu og við getum það með auðveldlega, sko, eins og ég oft sagt, ef að Hollendingar geta gert það sem þeir eru að gera, hvers vegna sem við ekki geta gert það margfalt betur með okkar hreinu orku, bæði hita og kalda vatnið og rafmagnið. En svo eitt sem gleymist alltaf, það verið að tala um að við erum að skatta það, við sem að eyðileggja framtíðina ef við ætlum að skatta inngreiðslur í lífeyrissjóði. Hvað var sagt við okkur hérna á sínum degi hvernig kom fyrsta iðnbyltingin? Og áttu þá ekki öll störf að hverfa?
eða þegar tölvurnar komið til skjala, þá ekki öll störf að hverfa. Það alltaf verið að búa til ykkar framtíðin. Já, það náttúrulega bara vegna þess að hagsmunagæslu aðilarnir, þeir berjast með kjafti og klóm gegn einhverjum breytingu því þeir eru búin að marka inn og massa inn þetta kerfi. En það sem ég ætla að segja líka, þú komst líka með, þú veist, við vorum að tala greiðslu ríkissjóðs til dæmis, breyting á skaðabótalögunum vegna þess að það hefur ekki verið hækkað bætur til tjónþola, slysa bætur til tjónþola eða neitt síðan hvað, 2012 í næstu 10 ár. Það er engin, fylgir engri vísitölu, heldur er sama gamla krónutalan og var fyrir næstu 10 árum síðan. Við erum til dæmis með það mál, ég ætla bara aðeins svona að hlaupa yfir, við erum til dæmis að ráðast núna inn í þær árásir sem eru gagnvart persónuvernd einstaklinga sem að þurfa að glíma við þessa vanskila lista sína hjá Creditinfo, við mismunandi mikinn fögnuð þeirra hagsmuna aðila sem eru líka verið eins og ríki í ríkinu, liggja bara með tærnar upp í loft og horfa á peningamaskinuna gjörsamlega mala milljarðana inn á ári hverju, vera að búa til í rauninni kerfi eins og til dæmis þú ætlar að fara í greiðslumat, þú ítir bara á Creditinfo, þá ertu komið með greiðslumat á 1 sekúndu, það er búið að búa til, þar er einhver gagnagrunnur eða réttar sagt forrit sem sér það, búið að afla alls konar upplýsinga þig og með allt þig, hvenær þú ferð á fætur og hvað þú borðar í hádegismatinn og þú veist, maður fær þetta á tilfinninguna. Hvenær ferð þú að sofa, Guðmundur Ingi Kristinsson? Stóri bróðir þarf að fá að vita þetta og hann gerir það í gegnum þriðja aðila sem að græða á því. Græða á persónuupplýsingum þig og svo þykjumst við vera með einhver ægilega öflug persónuverndarlög sem við þurftum að innleiða með ómældum kostnaði fyrir fyrirtækin í landinu til að koma þeim á koppinn, til að framfylgja þessari persónulöggjöf, en svo má þriðji aðili, eina fyrirtæki sinna tegundur á landinu, Creditinfo, það má hafa ómældan aðgang að upplýsingum þig, persónuupplýsingum þig, sem það selur í gróðaskyni til þriðji aðila. Þannig að ég segi sko... Og svo líka erum við með frumvarpi til dæmis sem er stórfurðulegt að maður skulle þurfa að leggja fram frumvarpi það að þessi banna allar óþarfa rannsóknir og aðgerðir á börnum. Þetta er sko... Maður bara verður alveg kjart og ollur. Það skulle þurfa að setja það fram. Sko venjulega, Guðmundur, þegar við erum að mæla fyrir frumvarpunum okkar sem orðin ansi mörg og tillögunum, þá erum við venjulega mjög fáliðuð í salnum. Það er ekki fólk þarna inni, takið bara eftir því, kæru áhorfendur. Núna þegar við förum í kosningabaráttu til dæmis, þá við Guðmundur Ingi syngjum sama sönginn og hann er ófalskur, af því það er lagið sem við förum inn með hjartanu, inn í þingið af því við erum að berjast gegn fátækt. Við munum ekki breyta neinu þó við sem að fara í kosningabaráttu. Við erum ekki að svíkja neitt, við erum ekki að skrökva neinu. En sjáu þið falska sönginn sem kemur eina ferðina enn af fólkinu sem virðir okkur ekki viðlits þegar við erum að berjast gegn fátæktin í þinginu og biðja lágmarksframfærslu skatt og skerðingarlaust. Þeir eru að kalla eftir hjálp fyrir börnin okkar, þeir eru að kalla eftir hjálp til matargjafa, þeir eru að kalla eftir hjálp til SÁÁ, það sem er 600 manna biðlisti af fárveiku fólki. Þeir eru að kalla eftir hjálp, þá er engin nánast inn í salnum sem er að taka þátt í umræðunni og virðir okkur ekki viðlits. En sjáðu hvernig þetta fólk tala núna á næstu mánuðum. Gleymum því ekki að það er fjórflokkurinn sem er búin að byggja upp þetta kerfi og þjóðfélagi eins og það er í dag og þessi sami fjórflokkur er að fara að dusta núna á gömlu loforðunum. Kosningaloforðunum. Bjarni til dæmis nú alltaf skildi hann dusta ríkið á bréfinu sem hann skrifaði eldri borgurum og sagðist alltaf að draga verulega úr skerðingum. Svo þegar ég spyr hann byrju hvað akkur hann draga ekki úr skerðingunum fyrir gegn eldri borgurum og akkur voru eldri borgarnir eina fólki núna í kóðu sem fekk ekki krónu frá ríkinu. Akkur, þá sér, hvað eiga peningarnir? En eigum við nokkuð að gleyma einu sem er risastórt mál, að fyrir ári síðan þá vorum við að hamast í verðtryggingunni. Við vorum að benda á það að við erum að ganga hér í gegnum heimsfaraldur. Við erum að ganga hér í gegnum hrikalega ágjöf og áfall í efnahagskerfinu okkar. En hvað þýðir það þegar við erum að tala það hefur ekki legið á ríkisstjórninu og stjórnarflokkunum að berjast með auðvaldinu, hamast með fyrirtækjunum, styrkja þau hægri vinstri með við horfum á hinn almenna Íslending, tapa vinnunni, hátt í 27.000 atvinnulausir og fjölskyldunar í landinu standa eftir berstrípaðar og nú er ársverðbólgan komin í 4,2%. Hvorki meira en minna. Við báðum belti fyrir fjölskyldunar og heimilin. Við báðum að yrði stutt við
heimilin með því að afnema verðtryggingu á neytendalánin, með því að afnema verðtrygginguna þannig að allar þær skuldir sem heimilin sitja upp í núna með lánin sín vegna eigna sinna rjúki ekki upp úr öllu valdi eins og gerðist í hruninu. Svo líka eins og við Nei, hvað sögðu þeir þá, Guðmi? Guðmundur, hvað sögðu þeir? Hvað sögðu þau fyrir árið síðan þegar við vorum að biðja þetta? Þegar við lögðum fram frumvarp þetta? Ekki hafa áhyggjur. Við stöndum svo vel að það þarf enginn að halda það að verðbólgan fari hér á stað. Það var alveg sama þó við segðum, en uppskriftin algjörlega á borðinu. Það eru allar forsendur á borðinu sem segja að verðbólgan fari á stað. Meiri segja seðlabankastjóri sagði, nei, við höfum það fínt. Við erum hérna með alveg ótrúlega gjaldeyrisforða í seðlabankanum, hátt í 900 milljarðar króna. Vissur þetta mest allt saman erlend lán. Þegar ég held að við ættum einhverja ægilega peningamaður, gjaldeyrisvaraforðin væri bara fullt af peningum. Nei, þetta eru erlend lán að meginstefnu til og allt það. Enda líka fær ríkið lánin á nánast 0% vöxtum. Þannig að það ætti nú... Við getum séð líka eitt til dæmis að við vorum með frumvarpum og höfum verið með frumvarp... Nei, ég meina, hver staðreyndin? Með þetta, verðtryggingu, við skulum ekki fara frá henni fyrir við bara að afgreiða hana. Verðtryggingin virðist vera þeirra indiskróið til þess að klekka fólki. Ég meina, það bara þannig að þeir ætla sér ekki að... Og ég meina, akkur til dæmis það náttúrulega mál með verðtrygginguna að húsnæði þarf að vera inn í. Já, nú segir forsætisráðherra, fjármálaráðherra bendir á það, já, að það sé nú að var óheppilegt að húsnæðisliðurinn, já, nú hann að ækka þetta svona mikið, af því að vil ekki taka húsnæðisliði nú. Nei, en þá bara afnema verðtryggingu á þessi lán. Þau hafa hækkað núna skuldir heimilana á örskömmum tíma 20 milljarðar króna og alla þessi gaurar sem að tala svona eins og það sé ekkert mál, sem að eiga nóga peningum sjálfur og þurfi ekki að hokra, ætla þeir að borga brúsann? Nei. Ætla þeir að sjá til þess að þessi skaði og þetta tjón sem heimilin og fjölskyldurnar að verða fyrir utan andlega vanlíðan, fyrir utan vanmáttin og kvíðan sem að skapast af þessu. Nei, verðtryggingin hangir hér, en flokkur fólksins búin að koma fram með þetta frumvarp. Við erum búin að koma með mjög mörg frumvarp og við erum ekki að fá athygli út á þau verk sem við erum að vinna, Guðmundur Ingi Kristinsson. Já, furðulega til dæmis að við vorum með frumvarp það að öryrkjar mættu vinna í 2 ár án þess að skerðast. Það fekk enga athygli. Síðan kemur ASÍ með sömu tillögu nema bara í 1 ár og þau geta hafa fundið upp hjólið. Já, sko. Og þá fer ég í ræðustól við Bjarna og spyrir hann hvort þess að rosalega sáttu við þetta að það megi gera þetta svona. Hvað gerir hann? Hann snýr út og segir, nei, það kemur ekki til greina að taka allar skerðingar af, það bara alveg fáránlegt. Og ég endurtek bara að dunntekur. Hvað kemur hann upp og fer út í alltaf það saman. Hann bara hunsar þetta. Já, sko, við munum aldrei samþykkja það og við höfum aldrei talað fyrir því að afnema allar skerðingar af ríku fólki, sko. Enda það þannig að þeir sem eru með mjög háa 670.000, þá það 0. Já, þeir sem eru með háa, já, þannig að það segir sér alveg sjálf. Það segir sér alveg sjálf. Það þarf ekki að tryggingastofnun Nei, þú sækir ekki eins og ellilífeyri að þú ert að fá Já, enda áttu ykkur líka á því að ef þú ert þarna undir 600.000, þá verður lendur í skerðingunum, vinnu og annað. Ef þú stæðan yfir, þá máttu gera allt. Já. Þá er enga skerðingar. Já. En þetta ætti auðvitað eiginlega í sjálfu segja að eitthvað væri viti. En ég velti fyrir mér út af hverju hefur ekki verið keypt meira af krónum þegar krónan var að falla og annað slíkt, að hverju hefur þessu meðali ekki verið beitt betra. Það alltaf verið að segja það að það sé svo gott að hafa krónuna, við séum svo sjálfstæðir með krónuna og við getum stýrt henni svona og komið í veg fyrir fall hennar og við getum stýrt hana sjálf með þessu svaka gjaldeyrisvaraforða og ég spyr, af hverju var henni lyft að falla svona og af hverju hvergi svona verðbólguris í kringum okkur, í löndunum í kringum okkur nema bara hér? Af hverju ekki á evrusvæðinu? Af hverju ekki evran hrunin í allar áttur? Af hverju ekki að gjósa upp verðbólga á löndunum í kringum okkur? Þeir fundu eitt land sem sló okkur út, Tyrkir með 15% verðbólgu. Veistu hvað? Þessi efnahagsstjórnin hérna, hún hreint og klárt grín. Hún hreint og klárt grín og hún bitnar alltaf á þeim sem síst skildi. Bognubauking, Guðmundur. Hvað má aftur gera við bognubauking? Það skappina haug. Það má beygja þau meira og meira og meira og meira og meira. Það virðist vera hérna... Þeir fundu það út að það eldri borgarnir eru þeir einu sem átt að taka á sig COVID-ið. Flokkur fólksins líka flokkur dýraverndar.
Við erum flokkurinn sem tölum fyrir þá sem eru ekki að komast að mikrofónum og geta ekki tala fyrir sig sjálfir. Við erum flokkurinn sem að berjast gegn fátækt barna og fjölskyldna í landinu. Við erum flokkurinn sem vill að allir hafi fæði, klæði og húsnæði og við erum flokkurinn sem talar fyrir málleysingjan okkar, dýrin okkar. Við erum þau sem að viljum gefa líka öllum kost á því að halda gæludýr, hvort sem að þeir eru ríkjur að eiga heima í einbýlishúsinu eða búa í blokkaríbúð. En þá allt í einu kemur það í ljós þegar við erum að mæla fyrir því að þú þarft ekki að fá aukið meirihluta samþykki allra í blokkinniðinni til þess að fá að halda hund eða kött. Allt í einu kemur það í ljós að fólk misskilur frumvarpið. Það er eins og fólk lesi ekki greinargerð með frumvarpunum sem við setjum fram. Og það virðist vera svo þægilegt að taka þau, teygja þau og toga þau og henda þeim svo bara út af borðinu og misskilja þau. Það er aldrei sem við vorum að mæla með því að einhver óalandi og óferjandi gæti tekið sér dýr inn í sameign, í blokk og gæti bara vaðið uppi eins og honum sýndist. Það voru nákvæmlega sömu skilyrði sett hvað varða það. Húsfélagi getur komið saman, húsfélagi getur með sínum aukna meirihluta sagt hingað og ekki lengra. Þessi einstaklingur fær ekki að halda hér lengur þetta gæludýr því að hann fer ekki eftir neinum eðlilegum umgengnisreglum og þetta er ekkert nema ami fyrir okkur hin. Það er bara svoleiðis. Það er aldrei sem við erum að tala um það að hafa þetta alveg fortakslaust og engir varnaglar slegnir, bara svo það sé sagt, bara alls ekki. Þannig að við erum líka að ráðast gegn þessi svokallaða blóðmera haldi eins og veist og það er nýtt frumvarp sem við erum að koma með núna og fólk áttar sig ekki á hvað en að því að veit að þetta nú að verða svolítið langt hjá okkur og það er of gaman hjá okkur að þá ætlum ég að tala um sjúkratryggingar, tannlækningar og tannréttingar. Við erum líka búin að koma með frumvarp sem hefur ekki fengið svo mikið sem ég til það sem út í frís. Það sem við erum bara að biðja um það að lítil börn sem fæðast með klofin góm eða vör, að þau fái 100% örugga hjálp, læknaþjónustu, hvað lítur að tannviðgerðum og öðru sem þau þurfa á að halda á með þau að ganga í gegnum allar þær aðgerðir og vöxtinn sinn, með þau að vaksa. Nei, það er stanslaus slagur við sjúkratryggingar Íslands og það sem merkilegt það er ekki fyrir sjúkratryggingar sem slagurinn er. Það er vegna þess að heilbrigðisráðherrann sem er yfirmaður þessara stofnunar. Hann virðist ekki geta komið þessu betur til skila heldur en svo. Það er ekki hægt að amast við forstjóra sjúkratryggingar. Hann gerir bara sem honum er sagt. Það er ráðherrann sem ræður þarna. Alveg svo með Tryggingastofnun ríkisins, þeir fara bara eftir þeim lögum sem... Það er ítrekkað verið að reyna að afvegaleiða umræðuna og segja, þegar ráðherrann kemur í andsvör við þig til dæmis. Já, nei. Þetta er allt í skoðun, málið er í nefnd, við erum með þetta í skýrslu, það verður að gera þetta, það er stýrihópur þarna og veistu það er yfir 1000 hópar hérna, stýrihópar og hinsegin og þessir hópar í samfélaginu núna að vinna að einhverju sem engin veit hvað liggur við fyrir þingið og þingmenn og ráðherra og allt þetta. Við erum með nefndir og yfir 1000 nefndir í landinu, ég veit náttúrulega ekkert Guðmundur, við erum að koma með spurningu og fá skrifið svar við því hvað mikið er greitt fyrir þessar nefndir og allt það. Hvað er mikið að þeim á launum og svona. Vegna þess að þau með að vita það, okkar kæru áhorfendur, að allir þeir stýrihópar og nefndir sem við höfum verið skipuð í, ég held að ég sé 18 frekar en 19, það verið skipaður í á vegum ráðherra. Þetta er bara fyrir utan starfi okkar í þinginu og þetta er launalaust. Það er ekki verið að greiða fyrir þetta eins og fólk heldur. Og ég líka alltaf mótmæli því þegar verið að segja það að við séum einhverjar afætur og við séum að þeir segja að við fáum Guðmundur. Þeir segja það fyrir sunnan, það sé mörg falleg nunna, ég trúi trundum þeim, reim, sagði nú í góðu kvæði eftir Káin, sko. Þeir segja það að við fáum frí glerugu, frí heyrnartæki, fría líkamsrækt, fría tannviðgerð, frítt allt þetta. Það er ósatt. Við erum inn á samningum BSRB, bandalagssamstarfa ríkisstarfsmanna. Þannig að þar eru bara gilda okkur nákvæmlega sömu fríðindi og gilda þá. Hvað varðar, við getum sótt sjúkraþjálfun, fá eitthvað út í það eða ekki, eins og aðrir. Við getum sótt að fá áskort í ræktina á sömu... Við fáum bara hluta? Já, ég meina bara einhver 10% afslátt eins og eða hvað sem það er, eins og BSRB og við getum fengið bara við höfum að sækja eins og aðrir. Ég meina, maður væri bara í því að skipta gleru ef maður hefði frí gleru og væri ekki búin að vera með sömu á nefinu í 3 ár. En sko, mér finnst í rauninni,
stundum ómaklega að okkur vegið og þingmönnum almennt. Mér finnst við ekki fá að njóta sannmælis og ég skil það vel að fólki okkar orðið salt illt út í það að hlutirnir skuli ganga svona hægt, seint og illa og spillingin skuli blómstra hér sem aldrei fyrr. Samanber núna að lokum skulum við nú ekki horfa fram hjá því sem að gerast akkurat núna með söluna á eignarhluti okkar í Íslandsbanka. Það eru engar forsendur fyrir sölunni sem halda vatni. Ekki einasta forsenda heldur vatni. Nema ég að flýta til þess að réttu aðeins að fá þetta, ég veit ekki. Bretarnir eru að stofna núna ríkisbanka. Breski fjármálaráðherrann að boða stofnun ríkisbanka, grænan banka, segir hann, á meðan að við segjum, við þurfum að losa okkur við gullgæsina. En það var samþykkt núna í þinginu í síðustu viku það sem átti að vera þrengja að en ekki að taka eins og krafanir aðskilja viðskiptabanka og fjárfestingar. En það var bara þreyttaði pínlítið, þetta var bara svona plástur. Ekki vera að gera eitt eða neitt, þannig að ég sé bara Guð hjálpa okkur að við ætlum að fara að selja bankana akkurat á þessum tíma. En að lokum svona lettari strengi þá gaman að segja frá því svona í restina. Hvernig í rauninni okkar leiði lágu saman, mín og þín, af því við erum alveg brjálaði bara jaxlar fyrir því sama og okkur líður alveg dásamlega vel saman finnst mér, störfum vel saman. Aldrei leiðindi. Það engin leiðilegur í flokknum lengur. Nei. Það bara svoleiðis. Kannski var það einhvern tímann en ekki lengur, það alveg á hreinu. En Fengu klausturritara stimpilinn. En manstu þegar ég var að eltast við þig alveg með grasi í skónum Já, ég sagði nei. Þú bara þvílíkt og annað eins. Hvað, ertu ekki ánægður að ég skildi hafa náð að snúa þér fyrir rest? Jú, vegna þess að það bara segir sig sjálf, þá komst ég að þessum frábæra ræðustólaþingur og gat haldið uppi þeim málstæða sem ég eins og var á sín tíma var að berjast fyrir og sem svolítið óskiljanlegt ef við hugsaum það. 1988 var lífeyrir almannatrygginga skattlaus og þú áttum eins upp í lífeyrissjóð. Hugsaðu ykkur, að við tökum bara meðallaun í landinu núna og tökum bara á það hvað fátæktarmörkin, þau eru sennilega kringu 340.000 krónur. Hvenær byrjum við að skatta? Jú, við byrjum að skatta við 155.000. Segðu fólkinu okkar, Guðmundur Ingi Kristinsson, hvar þú stóðst áður þú komst að Ég satt fyrir utan þingið og mótmælti. Barðir í tunnur og mótmælti því kerfi sem við vorum búin að koma. Ég tók þátt í að vera með skjaldborgina kringum þingið, skjöldin sem var búin til og baráttu hagsmunasamtaka heimilina og var í þessari baráttu alveg frá upphafi. Ég var að byrja að mótmæla fyrir hrun og ég hélt ég áfram eftir hrun. Og hann gæti bara kosinn á þing og það bara hélt ég áfram að mótmæla úr ræðustólsins. Já, nú gerum við það þar og það sem við erum að gera meira núna, við erum að fá til okkar mikið yndislegu fólki, baráttufólki sem með þetta hjartalag, sem að koma af hugsjón og ekki að reyna að tróða sér á þing út af því að það sé að fara á svona gott kaup, heldur langar það virkilega til að sjá breytingar út í samfélaginu og að hjálpa og að komast þarna. Við þurfum að verða stærri. Við þurfum að fá fullt af Ingum og Guðmundum Ingum út allt. Eins og ég var nú spurður í síðustu skoðanakönnun, þá benti ég nú á vinsælast á það að í síðustu konunum þá voru 15% sem svöruðu ekki. Og ef við fáum þessu 15% pluss það sem við erum búin að fá, þá erum við komin í 20%, það tökum við sjálfstæðisflokkinn. Jæja, bjartsýni og brosbjarga deginu hér, kæri áhorfendur, og það búið að vera alveg óbúslega gaman hjá okkur. Ég veit það að því við komumst nú ekki yfir. Þetta nú verið svo langt að kannski áhorfendur, því nú bara gaman að þessu, heyra hvað við erum hress En við eigum eftir að koma aftur og kannski með einhverja nýja gesti og eins og við vitum þá erum við búin að kynna 2 frábæra frambjóðendur núna á síðustu 2 sunnudögum. Það hún Ásta Lóa Þórsdóttir sem formaður Hagsmunasamtaka heimilanna og svo engin annar en Tommi okkar, hamborgarabúllu eins og hann vill, hann var Tommi Bulluborgari og við erum með hugsjónafólk, við erum með bjartsýnt og brosandi fólk, mikið baráttufólk, eldklárt fólk sem getur þegar við tökum saman höndum og förum að berjast saman hvað við getum gert og rosalega mikið því að við sjáum það að hlutfallslega þá hefur flokkur fólksins til dæmis lagt fram langflestu þingmálin miðað við stærð, langflest. Og ég nú ræðudrottningin þó að ég hefði nú orðið... Yfir 20 á þessu þingi?
Ég er búin að tala í yfir 7 tíma og 50 eitthvað ræður, ég veit ekki hvað, þú með 200 ræður 240 eitthvað og 14 tíma held ég. Já. Ég held ég fór við 500 eða 600 í fyrra og ég man ekki hvað. Þú varst æðukongur. En ég er að segja sko, það er það sem er svo gott við að geta komið hérna og spjalla við ykkur núna, það er að segja ykkur endilega fylgist þið með því sem er að gerast inn á Alþingisvefnum og getið skoðað inn á alþingi.is, þið getið farið inn í þingmenn, þar sjáu þið flokkana, þið getið farið inn í flokk fólksins, þar sjáu þið okkanöfn og leiðu ítir á okkanöfn, þá sjáu þið í rauninni ræðurnar okkar, frumvörpun okkar, ályktanirnar, allt sem er þakkað og við fáum ekki athygli fyrir í fjölmiðlum af því að við erum til dæmis flokkunni sem við höfum ekki ennþá fjárfest í fjölmiðli og við höfum hugsað okkur að reyna að nota þessa aðferð til þess að ná til ykkar, kæru áhorfendur, það er og bara stuðningsmenn því að veit að við eigum alveg gríðarlega mikinn stuðning Guðmundur Ingi og við getum verið endalaust þakklátt. Það voru yfir 14.000 kjósendur sem treystu okkur fyrir sínu dýrmæta atkvæði í síðustu kosningum. Ég hef enga ástæðu til að ætla að þeir séu færri núna. Ég hef enga ástæðu til að ætla það þegar við sjá hvað við erum dugleg og hvað við erum virkilega að leggja okkur fram að þau muni sína okkur það í kjörklefanum. Ég efast ekki vegna þess að við getum verið stolt af því málefnum sem við erum að berjast fyrir. Við erum eingöngu að reyna að berjast fyrir því að Íslandi verði hvorki fólk í fátækt eða sárafátækt, þannig að fólk geti lifað mannsamandi lífi á því framfærslu sem það fær, hvort sem það lífeyrislaun eða atvinnulaun og að það sé ekki verið að byrja að skatta fólk við í sárafátækt og það er okkur til skammar að við skulum hafa svona kerfi vegna þess að þetta er algjörlega óþarft, það er engin nauðsyn á því að vera með svona fátæktarskattastefnu. Svo getum við sagt takk fyrir það. Takk fyrir það að við skulum núna loksins ári seinna þá er farið að beita þeim aðgerðum á landamærunum sem ég kallaði eftir fyrir ári síðan. Það tekin hafi bara í því að lífi í og loksins erum við að fá að upplifa frelsi hér innanlands meira og það er að koma smám saman til okkar. Það hefði ekki orðið nein í lokunarstyrkir. Við hefðum ekki þurft að eyða neinum peningum í það. 9% af okkar útflutningi hrundi algjörlega sem er ferðaþjónustan. Hinn 90% hefðum við kannski, ef við hefðum fengið tækifæri til þess, þá hefðum við getað unnið okkur betur út úr þessu sjálf eins og við sýndum í fyrrasumar þegar við vorum að ferðast innanlands og höfum verið að hlýða við því og ég segi ekkert annað en það. Mér finnst þjóðin okkar vera hetjur, við höfum snúið bökum saman nánast sko 100%. Þá höfum við snúið bökum saman og barist sameiginlega hvort sem það var þegar við vorum að fá inn fyrstu bylgju, aðra bylgju, þriðju bylgju. Auðvitað hafa orðið gríðarlega áföll af þessu og fólk hefur dáið og mist ástvini og annað slíkt. En núna finnst mér með hækkandi sól að það sé bjartara framundan Guðmundur og ef við ekki bara vera sammála um það. Og ef við ekki bara að segja bara þangað til við hittumst á næsta sunnudag, þá segi ég bara takk fyrir að vera með okkur og við hlökkum til þess að segja ykkur frá fleiri málum sem að Flokkur fólksins hefur verið að berjast fyrir og vinna að og þannig að við segjum bara þangað til næst, þá bara ekkert stress og bless.